Í byrjun Flosi að safna liði. Komið með mér. Grímur og Helgi fóru til Hóla og töluðu við fátækar konur. Þeir spurðu þær tíðinda. Við komum af ofan úr Fljótslið og sáum Sigfúsinni ríða saman vel vopnaðir í 8 þríhyrningshálsa. Voru þeir 15 saman. Við sáum Grana Gunnarsson og Gunnar Lambason og voru þeir 5 saman. Þeir stefndu inn á sömu leið. Þá mun Flosi kominn austan og munu þeir allir komnir til móts við hann. Og skulu við Grímur vera það sem Skarphéðinn er. Á meðan á Bergþórskvoli. Bergþóra segir þá. Nú skulu þið velja ykkur matinn sem þið viljið í kvöld því að þetta verður síðasta máltíðin sem ég gef ykkur. Ef Grímur og Helgi koma hingað áður en við klárum að borða, þá mun illa fara. Undarlega sýnist mér nú. Ég þykist sjá alla stofuna og þykir mér undan sé gaffvegginir báðir en blóð eitt allt borðið og maturinn. Grímur og Helgi koma heim áður en klárað var að borða. Njáll spyr þá hvers vegna þeir voru að flýta sér svona mikið. Njáll sagði mönnum sínum að fara ekki að sofa og vera varir sig. Flosi segir við menn sína. Nú munum við ríða til Bergþórskvols og koma þar fyrir náttmál. Og gera þið það. Flosi segir. Nú skulum við ganga bænum og halda hópinn. Sjáum hvernig þeir bregðast við. Njáll stendur úti ásamt sonum sínum og Kára með alla heimamenn á hlaðinu. Samtals voru þeir rúmlega 30. Flosi nemur staðar og segir. Nú skulum við að hyggja hvað þeir taka til ráðs því að mér líst svo ef þeir standa úti fyrir sem við munum þá aldrei sótt geta. Njáll segir. Ég vil að allir fari inn í húsið vegna þess að Gunnar barðist þar og gekk honum vel. Við ættum ekki að fara inn vegna þess að þeir eru óhrættir við að brenna okkur inni. Skarphéðinn er ekki viss hvort hann eigi að hlýða, en ákveður að fylgja föður sínum af virðingu við hann og vegna þess að hann hræðist ekki dauðan. Skarphéðinn reynir að sannfæra Kára að fylgja þeim inn að berjast. Þá segir Kári. Ef tækifæri til að sleppa býðst, mun ég taka það til að sleppa við dauðan. En ef þú lifir þá hefnir þú okkar, en ef við lifum þá hefnum við þín. Þá segir Flosi. Nú eru þeir feigir vegna þess að þeir eru allir farnir inn. Við skulum gæta þess að enginn komist út vegna þess að það yrði okkar bani. Menn Flosa umkringja þá húsið. Síðan hefst mikill bardagi þar sem Skarphéðinn drepur Hróald Össurason. Kári, Grímur og Helgi særðu marga menn með spjótum. En Flosi og hans menn gátu ekkert aðgert. Flosi sagði. Við höfum hlotið mikinn skaða á mönnum, við getum ekki unnið þá með vopnum. Við höfum 2 kosti og hvorugur þeirra er góður. Annar þeirra er að hörfa frá og yrði það okkar bani. Hinn er að bera að eld og brenna þá inni og er það stór ábyrgðarhlutur fyrir Guði þar sem við erum kristnir menn. Flosi og menn hans tóku eld og kveiktu í hurð hússins. Skarphéðinn sér Grana kveikja í húsinu og segir við hann. Ég hjálpaði þér að hefna föður þíns og þú kveikir í mér. Nú veit ég hvernig maður þú ert. Konur komu þá og slökktu eldinn og Kolur Þorsteinsson segir þá við Flosa. Mér dettur eitt í hug. Við skulum kveikja í arfasátu og brenna þakið á húsinu. Njáll segir við sitt fólk. Hafið ekki áhyggjur því Guð er miskunnsamur mun hann oss eigi láta brenna bæði þessa heims og annars. Nú er kviknað í öllu húsinu. Njáll mælti við Flosa. Vilt þú nokkuð taka sættum við sonu mína eða leyfa nokkurum mönnum útgöngu? Flosi segir. Ég vil ekki taka sættum syni þína og við munum ekki hætta fyrir en þeir eru dauðir. En ég vil leyfa konum, börnum og húskörlum að fara. Helgi lappar út í kvenmanns klæðum en Flosi áttar sig á því og drepur hann. Þá býður Flosi Njáli að ganga út með Bergþóru. Njáll neitar því hins vegar.
Eigi vil ég útganga því ég er gamall maður. Ég get ekki hefnt sona minna en ég vil ekki lifa við skömm. Bergþóra hafnaði líka boði Flosa því að hún vildi ekki skilja við Njál. Njáll sagði við Bergþóru að þau skyldu leggjast til hvílu. Tók hann Bergþóru og Þórð Kárason og lögðust þau undir kálfahúð. Kári og Skarphéðinn deila það hvor eigi að flýja úr húsinu á undan. Þeir samþykkja að hefna hvors annars ef annar þeirra myndi deyja. Kári hljóp þangað til að koma læk einum og kastaði sér út í og slökkti hann í sér eldinn. Skarphéðinn ætlaði að hlaupa eftir Kára en þvertríð var svo brunnið að það brást undan honum. Gunnar hljóp upp vegginn og mælti. Ertu að gráta, Skarphéðinn? Eigi það, en hitt satt að það súrnar í augunum, en svo sýnist mér að þú hlægir, eða hvort svo? Svo víst og ég ekki búinn að gráta síðan þú drapst Þráinn á Markafljóti. Þá þér hér minjagripurinn. Skarphéðinn tók jaxl úr pússi sínum sem hann hafði höggvið úr Þráni og kastaði í augað á Gunnari, þannig að það féll út á kinn. Skarphéðinn fór svo til Gríms bróður síns og sá hann deyja. Svo fór Skarphéðinn í hinn enda hússins og féll þekja á hann og dó hann þannig. Geirmundur kom að brennunni og spurði. Hversu margir hafa ég látið lífið? Hér hafa látist Njáll, Bergþóra, Helgi, Grímur og Skarphéðinn, Njálssynir, Þórður Kárason, Kári Sölmundarsson og Þórður Leysingi. En svo vitum við ekki fleiri látna. Þú segir að maður sé dauður sem við vitum að á lífi því við töluðum við hann í morgun. Hvað heitir hann? Kári Sölmundarsson sá og Bárður sambýlismaður minn lánaði honum hest sinn. Var hann með sverðið fjörsvopni og sagði hann að hann skyldi herða sverðið í blóði Sigfússona eða annarra brennumanna. Flosi varð reiður og sagði að þessi maður muni hefna sín og sagði hann að allir brennumenn ættu að koma með honum austur. Brennumenn fóru nú til móts við Ingjald. Flosi segir. Þú hefur svikið loforð þitt og hefur þú fyrirgert fé og fjörfi. Eru hér nú Sigfússynir og vilja þeir drepa þig. Mér finnst þú í vanda vafinn og ég mun ekki drepa þig ef þú vilt selja mér sjálfdæmi. Frekar myndi ég nú fara til mjóts við Kára heldur hann að selja þér sjálfdæmi, en vil ég segja við Sigfússonu að þeir séu hræddari við mig en ég við þá. Þá drepum við þig. Þorsteinn Kolbeinsson, bróðursonur Flosa, kastaði spjót í Ingjald og lenti það í vinstri hliðinni á skildinum fyrir neðan mundriða. Klofnaði hann allir í sundur en spjótið fór í fótinn fyrir ofan hné. Ingjaldur tók spjótið úr fætinum og skaut spjótinu yfir ána en Flosi sá spjótið koma og hoppaði frá. Fór það þá í Þorstein og féll hann dauður af hesti sínum. Ingjaldur reið þá á stað og náðu þeir honum ekki. Kári safnaði liði sem innihélt Hjalta Skeggjason og Ingjald. Hjalti sagði að það þyrfti að ríða á eftir þeim og drepa þá alla. Hittu menn Kára, svo Þorgeir Skorageir. Þá þessi ekki mikill höfðingi, þá muni drepa Flosa ef ég sé hann. Segi Kára að hann sé velkomin til mín, að ég og bræður mínir munu standa með honum. Munu sektir og mannhefndi verða á málinu. Ríða þeir nú aftur og hittust á hofi og töluðu það að þeir hefðu svívirðingu af fengið að þeir hefðu ei fundið þá. Mörður sagði það ekki vera. Vildu margir þá að þeir myndu fara að eyðileggja bú þeirra. Sagði Mörður þá. Það var hinn mesta vitleysa að eyðileggja bú þeirra. Ef bú þeirra standa þá munu þeir koma og vitja bú síns og konu. Flosi var í fjallinu og mælti. Nú skulum við taka hesta okkar og ríða burtu, því nú muni það oss vel hlýða. En ættu við ekki koma við í búum okkar og segja tíðindin? Það mun Mörður ætla að þið geri það. Er það mitt ráð að þið geri það ekki og ríði í staðinn austur með mér. Fóru þeir allir að ráðum Flosa og riðu með honum austur. Flosi hældist aldrei verkinn og fann engin maður hræðslu á honum. Var hann heima allan veturinn fram jól. Hópur manna kom að Bergþórshvoli og leituðu líkamsleifa þeirra látnu. Hjalti Skeggjason sagði þá. Líkami Bergþór eins og við mátti búast, en líkami Njáls og Ásena sýnist mér svo björt að ég hef engan dauðan mannslíkama séð jafn bjarta. Og eru þeir allir sammála því. Hópur manna kom að Bergþórshvoli og leituðu líkamsleifa þeirra látnu. Hjalti Skeggjason sagði þá. Líkami Bergþór eins og við mátti búast, en líkami Njáls og Ásena sýnist mér svo björt að ég hef engan dauðan mannslíkama séð jafn bjarta. Og eru þeir allir sammála því. Þá leituðu þeir að Skarphéðinni og fundu hann standandi uppi gaflhlaðið og voru brunnir á honum fæturnir upp að hné, en allt annað óbrunnið á honum.
Augun voru opin og óþrotin. Hjalti tók upp öxina og mælti. Þetta er fágætt vopn og fáir verðir að bera það. Veit ég mann sem ætti að bera hana. Og hver er það? Þorgeir Skórageir, ætla ég að sé mesti maður í þessari ætt. Leituðu þeir á fleirum og fundu 11 lík, síðan fluttu þeir líkin til kirkjunar. Ásgrímur Elliði Grímsson bauð öllum þeim sem voru á Bergþórshvoli til sín í Bræðratungu og fóru allir þangað. Spurði Ásgrímur Kára hvað Mörður og Hjalti myndi gera. Kári segir: Hjalti Skeggjason og Mörður Valgason munu veita þér allan styrk sem þeir geta og Þorgeir Skórageir og allir þeir bræður. Það er mikill styrkur. Kári spyr Ásgrím: Hvers megum við búast að þér? Þið fáið alla þann mannafla sem ég má veita og skal ég líf á liggja og er ég búinn að tala við Gissur hvíta og koma honum inn í málið. Og hvað sagði hann? Að við skildum öllu kyrru fyrir halda til vors en ríða þá austur og búa mál til á hendur Flosa víg Helga og kveðja dóm. Ég spurði einnig hver skildi fara með málið og sagði hann að Mörður væri best til þess fallin. Þín ráðan munum við fara eftir. Ég er ekki að reyna að gera neitt betra þó það er það. Ég bara reyna að lifa lífinu sem ég hef gert.